Uppbygging hafin í Grindavík. Framkvæmdastjóri Stakkavíkur segir ekkert annað koma til greina en hefja viðgerðir á fiskvinnsluhúsi fyrirtækisins sem stórskemmdist í jarðhræringum miðjan nóvember. Rússar hafa krafist neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að 14 féllu í loftárásum Úkraínumanna í dag. Landssamband veiðifélaga telur að lögreglustjórinn á Vestfjörðum hafi verið vanhæfur til að rannsaka meint brot Arctic Sea Farm á lögum fiskeldi. Ákvörðun lögreglunnar að fella niður rannsókn málsins hefur verið kærð til ríkissaksóknara. Umsóknum alþjóðlega vernd hefur fækkað frá síðasta ári þrátt fyrir spá metfjölda. Teymisstjóri hjá Rauða krossinum segir ákvörðun kærunefndar útlendingamála að synja fólki frá Venesúela vernd skýra fækkunina. Áform að endurvekja grunnskólahald í Grímsey urðu að engu vegna þess hversu fá börn eru inni. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri fiskvinnslufyrirtækisins Stakkavíkur í Grindavík hefur hafið endurbætur og uppbyggingu á húsnæði fyrirtækisins sem að stórskemmdist í jarðskjálftanum miðjan nóvember. Hann segir ekkert annað hafi komið til greina en að hefja uppbygginguna strax. Ég bara að vinna í þessu gólfi. Við vorum að byrja að brjóta þetta í gær. Við vorum að fá leyfi frá Náttúruhamfarastofnun að við mættum laga húsið. Og það var ekki vanþörf á. Það er ljóst að það hefur gríðarlega mikið gengið á hér í húsnæði Stakkavíkur þegar að skjálftarnir dundu yfir. Reyndar svo að þegar maður kíkir undir þessa steinsteyptu plötu, já, þá vantar bara stóran hluta af fyllingunni. Það þarf ekki að koma á óvart, sprungan liggur undir húsinu. Já, hún fer horn í horn og svo fer hún bara upp úr yfir veginn þarna upp frá og endar svo, sprungan endar hérna, hún verður bara þynnast út, fer í gegnum húsi og svo þynnist hún út og endar hérna niður á Smábátabryggju, bara í smá sprungu þar. Fyllt verður upp í sprunguna og ný plata steypt. Hermann segist aldrei hafa efast að það borgaði sig að gera við húsið og halda áfram starfsemi í því. Þetta fjall á því bara hvort við fengjum að laga húsið. Ef við fengjum að laga þá ætla ég að halda áfram. Það var eiginlega bara úrslitað svarið. Ein spurning fékk nokkuð á Hermann. Spurning sem kannski fleiri Grindvíkingar velta fyrir sér þessa dagana. En hvað þá bara yfir höfuð að byggja upp fyrirtæki aftur í Grindavík? Það hefur ekkert staðið í þér. Nei. En áfram höldum við, sagði Hermann. Það er fleira framundan á nýju ári. Nýr bátur og áfram gakk. Þannig er staðan bara akkurat núna. En svo vitum við náttúrulega ekkert hvað verður með þetta gos. Við verðum bara að bíða og sjá. En eins og staðan er núna þá bara áfram gakk. Maður verður bara að vinna með það. Við erum áfram á sömu slóðum. Margar sprungur hafa myndast í Grindavíkur vegi að undanförnu. Sumar var stækkað mikið á undanförnum dögum. Þegar Grindavíkurvegur ekinn koma sprungur greinilega í ljós þegar að draga fer nær Svartsengi við rætur Þorbjarnar. Í nóvember gekk vegurinn til og frá og viðgerðum vegna skemmda sem urðu þá lokið. Nýjar sprungur eru teknar að myndast. Það er einhver hreyfing hérna undir okkur, já. Það er augljóst. Við sjáum allavega ansi fjöldan allan af sprungum þvert á veginn á slitlagið. Sprungurnar eru margar, fæstar mjög breiðar. Þetta er náttúrulega frá okkur bara frá millimetrum upp í einhverja 3-4 sentimetra eins og þetta er núna. Við sjáum að þetta er að glekka svona á örfáum dögum að þetta tekið stakkarskiptum. Valgarður segist ekki geta sagt til hvort þetta sé einhver sérstakur fyrirboði. En við leitumst við að halda þessum leiðum bara eins góðum og hægt er með þær aðstæður sem að jörðin býður upp á í rauninni og leitumst við að hálkuverja og halda þessum öllum leiðum opnum upp á flóttaleiðir og þá leiðir viðbragðsaðila. Að minnstakosti 14 eru látnir og rúmlega 100 særðir eftir loftárásir Úkraínumanna á borgina Belgorod á síðasta sólarhring.
Belgorod 80 kílómetra norður af úkraínsku borginni Kharkiv sem að Rússar réðust á í gær. Rússar óska eftir neyðarfundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Rússar segjast hafa skotið niður 13 eldflaugar og 32 dróna í gagnárás Úkraínumanna í gærkvöldi og í morgun. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir að voðaverksins verði hefnt. Úkraína óskaði eftir neyðarfundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í gærkvöldi. Þar fordæmdu nokkrar þjóðir árásirnar, meðal annars Frakkar, Bretar og Bandaríkjamenn. The Secretary General unequivocally condemns in the strongest possible terms today's appalling attacks on cities and towns across Ukraine. Attacks against civilian and civilian infrastructure violate international humanitarian law, are unacceptable and must stop immediately. Fleiri lík hafa fundist í rústum húsa í Úkraínu í dag, að minnsta kosti 39 liggja í valnum. Sendiherra Rússa, Vasili Nebenzaya, sagði í öryggisráðinu í gærkvöldi að árásirnar hafi beinst að hernaðarmannvirkjum og kenndi loftvarnarkerfum Úkraínumanna anfallið. Þau hafi valdið dauðsfellunum en ekki eldflaugar og dróna Rússa. Úkraínumenn beita sömu rökum. Af árásunum síðasta sólarhringinn hafi aðeins verið beint að hernaðarlegum innviðum. 675 dagar eru frá innrás Rússa í Úkraínu. Umsóknum alþjóðlega vernd hefur fækkað tæplega 10% frá síðasta ári en gert hafði verið ráð fyrir meira en 40% aukningu á milli ára. Teymistjóri hjá Rauða krossinum segir skýringuna úrskurð kærunefndar útlendingamála í september að synja hælisleitendum frá Venesúela vernd. Mikil aukning hefur verið á fjölda umsókna alþjóðlega vernd hér á landi síðustu tæplega 2 ár, allt frá innrás Rússa í Úkraínu í febrúar 2022. Á árunum 2020 og 2021 voru umsóknir vel undir 1000 á ári, en í fyrra bárust íslenskum stjórnvöldum rúmlega 4500 umsóknir, rúmlega 5-falt fleiri en árið á undan. Umsóknir eru heldur færri á þessu ári, en 4000 manns hafa sótt alþjóðlega vernd, sem tæplega 10% fækkun á umsóknum milli ára. Útlendingastofnun gerði ráð fyrir heldur fleiri umsóknum á árinu, en samkvæmt spá líkani stofnunarinnar í febrúar var gert ráð fyrir allt frá rúmlega 5000 umsóknum upp í 6500. Líkanið var byggt á meðalfjölda umsókna vernd síðustu mánuði ársins 2022. Teymistjóri umsækjandum alþjóðlega vernd hjá Rauða krossinum segir ýmsa þætti skýra þessa fækkun. Það náttúrulega hefur kannski skekkt eða breytt einhverju núna að kærunefndin synjaði mörgum frá Venesúela alþjóðlega vernd. Þannig að það hefur örugglega haft sitt að segja. Þó fólk sé að koma þaðan hingað og svo kannski líka Úkraína. Þrátt fyrir fækkun í umsóknum frá Venesúela búum séu þeir enn í miklu meirihluta umsækjenda, auk Úkraínumanna. Þá fari umsóknum frá Palestínumönnum einnig fjölgandi. Guðrún segir ómögulegt að rýna í hver þróunin verður í málaflokknum á næstu árum. Meðan ástandið eins og í heiminum, þá ég ekki bjartsýn að það verði eitthvað léttara að fólk komi eitthvað síður, alls ekki. Landssamband veiðifélaga hefur ákveðið að kæra niðurstöðu lögreglunnar á Vestfjörðum að fella niður rannsókn á meintum brotum Arctic Sea Farm á lögum fiskeldi. Formaður sambandsins segir að lögreglustjórinn hafi verið vanhæfur til að fara með rannsókn málsins. 3500 eldislaxar sluppu út göt á sjóeldiskví Arctic Sea Farm í Patreksfirði í ágúst. Talið að fiskarnir hafi synt upp ára á norðvesturhluta landsins og komu norskir froskkafarar til landsins í haust til að veiða fiskana. Matvælastofnun kærði málið til lögreglunnar á Vestfjörðum og var framkvæmdastjóri Arctic Sea Farm með réttarstöðu sakbornings. Fyrirtæki var sakað vanrækslu á umbúnaði fiskeldið. Lögreglan ákvað hins vegar í síðustu viku að fella niður rannsókn málsins þar sem ekki þótti sýnt að rekja mætti slysi til athafna eða athafnaleysi sakbornings. Landssamband veiðifélaga hefur ákveðið að kæra þessa niðurstöðu til ríkissaksóknara. Formaður sambandsins segir að lögreglustjórinn á Vestfjörðum hafi verið vanhæfur til að fara með rannsókn málsins. Bæði það að hann skorti mögulega bara sérstakt hæfi til að fjalla þetta mál, sérstaklega bara vegna aðstæðna, og það að virðist ekki vera til staðar sú þekking sem að þarf til þess að rannsaka svona mál og ákveða hvort að fara lengra bara hjá embættinu. Svona ákveðu grundvallar misskilningur á lögskýringum og lögum.
Sambandið krefst þess að skipaður verði óháður rannsakandi yfir málinu. Gunnar segir að stærð, samfélag og hagsmunatengsl geti haft áhrif í máli eins og þessu. Það sem hefur sýnt sig í svona samfélögum, þar sem þessi fyrirtæki komi inn, litlum samfélögum, að þá svona, og það hefur skrifað þetta bækur erlendis, þá lenda þau oft undir hælnum á þessum fyrirtækjum og sérstaklega kannski tilviki eins og fyrir vestan, þar sem eru mikil tengsl milli pólitíkurinnar og fyrirtækjana og starfsmenn fyrirtækjana og pólitíkusar hafa farið fram og tilbaka að lenda undir hælnum og íbúar og þar alveg oft embættismenn bara einfaldlega bara þor ekki að andmæla og stíga upp sko. Og það getur náttúrulega valdið bara svona sérstöku vanhæfi. Ekkert lát á mótmælum í Serbíu. Þúsundir söfnuðust saman til að mótmæla framkvæmd þingkosninga fyrr í þessu mánuði. Reiðin beinist að forsetanum sem sakaður kosningasvindl. Framfaraflokkurinn sem Aleksandar Vučić stofnaði 2008 var sigur í kosningunum 17. desember, fékk 128 þingsæti og meirihluta á serbneska þinginu. Helsti keppinauturinn, Serbía gegn ofbeldi, fékk 65 þingmenn, en flokkur var stofnaður á þessu ári í kjölfar tveggja skotárása í landinu sem kostaði 19 mannslíf. Stalno izlazim na ove proteste zato što želim bolji život, želim da nam institucije rade svoj posao. Drugačije ne možemo, dosta je lopovluka, dosta je teškog života. Drugačije ne možemo mnogobrojnošću svojom. Evo, dajem svoj doprinos svojim prisustvom. Mótmælin hafa staðið yfir allt frá því að framfaraflokkurinn var lýstur sigurvegari. Í gær lokuðu stúdentar götum í höfuðborginni. Lopovi! Da ih pozdravimo sa lopovi! 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 Einn af leiðtogum stjórnarandstöðunar, Marinka Tepić, hefur verið í hungurverkfalli í 13 daga og fylgismenn hennar segja að heilsu hennar hraki hratt. Izvinjavam se prvo što ne mogu, a i nemam puno toga da vam kažem. Jedino što mogu je da sam već sve rekla i da ovi izbori moraju da budu poništeni. Kosningaeftirlitsmenn bentu á ýmsa vankanta við framkvæmd kosningana. Þannig hafi fjölmargir kosið í Belgrad sem ekki voru á kjörskrá. Stjórnarandstaðan krefst rannsóknar. Rússneskir embættismenn hafa lýst yfir fullum stuðningi við Vučić í baráttunni gegn mótmælendum og tekið undir fullyrðingu hans að atkvæðagreiðslan hafi verið frjáls og heiðarleg. Serbar hafa neitað að taka þátt í refsiaðgerðum vesturvaldana gegn Rússlandi. Átök hafa einkennt stjórnarsamstarfið á þessu ári að mati stjórnmálaskýrinda. Gott samstarf formanna flokkana sé talin helsta ástæða þess að stjórnin hefur haldið í 6 ár. Búist við að nýtt ár hefjist af fullum krafti. Það alveg óhætt að fullyrða að það hefur mikið gengið á stjórnarheimilinu á þessu ári og reynt hefur á stjórnarsamstarf flokkana 3. Formaður Sjálfstæðisflokksins stóðu upphafleg áform að gera Guðrúnu Hafsteinsdóttur að dómsmálaráðherra og fór það Jón Gunnarsson úr ríkisstjórninni. Jón sagðist sáttur en hefur síðan þá ekki sparað yfirlýsingar stjórnarsamstarfið og þá helst óánægju með stefnu Vinstri grænna. Og þegar Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra tók ákvörðun að stöðva hvalveiðar með sólarhrings fyrirvara tímabundið til 31. ágúst varð uppi fótur og fit. Sjálfstæðismenn lýstu yfir mikilli vanþóknun á útspili ráðherrans og talið var að stjórnarsamstarfið héngi á bláþræði. Svandís heimilaði hvalveiðar á ný í lok ágúst. Stjórnin stóð þetta af sér og þing var sett í september en í byrjun október snöpraði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra, Svandísi matvælaráðherra á sjávarútvegsdeginum í Hörpu. Ég gæti líka rætt samnefnaran yfir þetta flest. Svandísi Svavarsdóttur. Nokkrum dögum síðar eða þriðjudaginn 10. október sagði Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra af sér vegna vanhæfis við söluna á Íslandsbanka sem var niðurstaða umboðsmanns Alþingis. Sem að ég hef ákveðið að láta af störfum sem fjármála- og efnahagsráðherra. Reyndar hefur salan á hlut ríkisins í Íslandsbanka í mars 2022 reynt mikið á ríkisstjórnarsamstarfið og pólitískan feril Bjarna. Í ársbyrjun 2022 var fylgi við ríkisstjórnina samkvæmt Gallup 61,8%, í lok mars 60,9%, mánuði síðar var fylgi komið niður í 47,4% og í síðustu Gallup-könnun mældist fylgið 33,2%. 14. október boðaði forysta ríkisstjórnarinnar til blaðamannafundar í Eddu þar sem meðal annars var tilkynnt að Bjarni ætlaði að taka við embætti utanríkisráðherra og að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir varaformaður Sjálfstæðisflokksins yrði fjármálaráðherra.
Og í lok október sat Ísland hjá í atkvæðagreiðslu Sameinuðu þjóðanna um vopnahlé Ísrael og Hamas sem stjórnarandstaðan kallaði pólitíska hneisu og samflokksfólk forsætisráðherra gagnrýndi það harðlega. Það var nú ekkert samráð haft við mig. Stór verkefni blasa við strax í byrjun nýs árs þegar kjarasamningar eru lausir og þá reynir á hvort þjóðarsátt takist þá. Áformum að endurvekja grunnskólahald í Grímsey eru runnin út í sandinn. Til stóð að opna skólann með 3 nemendum. Grunnskólahald í Grímsey var lagt af 2019 en það var þá einungis 1 barn eftir í eynni. Til stóð að hefja þar kennslu áramótin því þá var útlit fyrir að 3 nemendur myndu stunda nám. Nú hafa þær forsendur breyst og því ekki talin grundvöllur fyrir að halda þar út í skólastarfi. Faðir í Grímsey segir niðurstöðuna mikil vonbrigði en áfram verði barist fyrir skóla í eynni. Ef við viljum halda áfram byggðu í Grímsey og fá ungt fólk í eyjuna þá verður það á skóla. Það kemur enginn með börn hérna ef það er ekki skóli. Það er ljóst. Þegar skólahald var lagt niður var sonur Svavars, Konráð, eina barnið eftir í eynni. Til að hann gæti sótt nám urðu hjónin sér úti aðsetur á Akureyri yfir vetrartíman. Nú er ljóst að Konráð getur ekki búið í Grímsey að fullum eins og til stóð. Hvers svona myndirðu segja og saknaðir mest við að búa þar? Náttúrulega bara allt annað líf, sko. Þetta er bara svo miklu öðruvísi, maður er miklu meira svona frjáls og kann miklu betur við sig þar því að maður hefur náttúrulega búið það sem maður var bara ungur. Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkur, er manneskja ársins samkvæmt vali hlustenda Rásar 2. Kosningin fór fram á ruv.is og voru niðurstöður kynntar í beinni útsendingu í þættinum á síðustu stundu á Rás 2 í dag. Fannar, sem tók við sem bæjarstjóri árið 2017, vann hug og hjörtu þjóðarinnar með framkomu sinni þegar að jarðhræringar á Reykjanesskaga urðu þess valdandi að rýma þurfti Grindavík og finna bæjarbúum ný heimili. Ég lít svo á að ég sé að taka við þessu fyrir hönd íbúa Grindavíkur sem þó íbúar ársins og þeirra fulltrúi hérna. En auðvitað við bara mjög þakklátt fyrir þann stuðning og þá samkennd og samhjálp sem hefur falist í því að aðstoða okkar á erfiðum tímum og þess vegna held ég að þjóðin sé eiginlega bara að sýna okkur með þessu svona virðingu sína og stuðning. Stærstu fréttamál ársins eru líklega að flestra mati jarðhræringarnar á Reykjanesskaga og ástandið á Gaza. Það gerðist þó ýmislegt fleiri á þessu ári. Fréttastofa spurði fólk á förnum vegi allt land hvaða fréttamál það teldi standa helst upp úr. Fólki í Grindavík, svona þurfti yfirgefa heimili sín og svo stríðin utanland steinana því miður. Já, það er náttúrulega stríðið þarna í miðströndunum sem þetta stendur upp úr. Mér fannst eldgosi hjá Grindavík vera merkilegast. En hvaða önnur fréttamál fannst fólki áhugaverð? Snjóflóð á Neskaupstað, það var náttúrulega svolítið svona öflugt. Snjóflóð! Snjóflóð! Bíðan bara að vakna upp við dyng og bara læti. Guðrún þurfti að fara skólaus á náttfötunum úr íbúðinu og skast á fótum. Ekki var unnt að opna útidyrnar hjá henni, heldur þurfti að ná henni út glugga á annarri hæð. Það verið utan eldgosi og Ísrael og Palestínu. Það var rosalega stórt hérna á Akureyri. Málið þeirra átt að sameina Emma og Vaffema. Pólitíkin, ég held ég fari ekkert nánar út í það. Það er verið að skipa sendiherra og ýmislegt svoleiðis, sko. Siðfræðingur segir utanríkisráðherra hafa sýnt af sér dómgreindarleysi þegar hann tilnefndi fyrrverandi aðstoðarmann sinn sem sendiherra í Bandaríkjunum. Það fyrsta sem mitt eftir hefur bara Lorín að vinna Eurovision 2. Heimsmeistaramót kvenna í fótbolta. Svo náttúrulega frábær árangur hjá stelpunum okkar í Val að verða Íslandsmeistari í fótbolta, handbolta og körfubolta. Björk að gefa út lag til stuðnings fiskeldisbaráttunni. Og svo líka bara, allt sem er að gerast hérna á Seyðisfirði með laxeldið og það, þetta er mikilvægt mál. Skoðanakönnun sem Gallup gerði fyrir sveitarfélagi Múlaþing sýndi að tæp 75% íbúanna er á móti þeim áformum. Taylor Swift og það var svo mikið mál um að í tónleikaferðalagi í ár og það var svo mikil áhrif á efnahagslífi í Bandaríkjunum.
Tónlistarstjarnan Taylor Swift var í dag valin manneskja ársins hjá bandaríska tímaritinu Time. Vinsældirnar eru slíkar að þær hafa merkjanleg áhrif á bandaríska hagkerfið. Aðalega verðbólgan og hækkun á verðbólgunni og allt bara búið að hækka úr öllu valdi Við höfum auðvitað flest fundið fyrir því hversu mikið matarkarfan hefur hækkað í verði. Þessi mjólkurpottur hérna, hann kostaði 208 krónur í fyrra en kostar núna 245 krónur. Og það eina sem fréttastofa fann í fljótu bragði sem hefur ekki hækkað í verði eru sardínur í dós. Þessar fréttir og miklu fleiri verða rifjaðar upp í fréttaannál RÚV. Á gamláskvöld, beint á undanskaupinu eða á nýársdag. Já, á netinu, hvenær sem þegar útsendingu lokinni. Það var fallegt vetrarveður á höfuðborgarsvæðinu í dag á næst síðasta degi ársins, raunar fallegt veður víðar inn í Reykjavík. Það var margt fólk í miðborginni þegar Hjalti Haraldsson, tökumaður okkar, var þá á ferðinni upp úr hádegi. Á Arnarhóli voru krakkar að reyna sér á sleðum. Þetta er ekki fyrsta kynslóðin sem stundar þann leik á þeim stað. Margir voru að spóka sig á ísilegri tjörninni og þá fengu fuglarnir líka sitt hvað í gogginn. Where I'll end up, well I think only God really knows. Að sjá hvernig veðrið verður áfram með Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir að lægð nálgist landið á morgun og suðaustri með vaxandi norðaustan átt á austurhelmingi landsins og þar bæti í úrkomu einkum annað kvöld. Bjart veður vestan til hlýnar smám saman. Hrafn segir áramótaveðri líta vel út landið vestanvert en það verði einna rakast á suðaustur og austurlandi. Og Hrafn fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Manchester City sýndi veglega bikar á uppskeru ársins fyrir leik sinn við Sheffield United í dag. 5 leikir voru spilaðir í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Albert Guðmundsson heldur áfram að gera það gott með Genúa í ítölsku A-deildinni í fótbolta. Og markmið leikmanna íslenska karlalandsliðsins í handbolta fyrir EM í janúar er skýrt. Allir stefna á að fá sæti á Ólympíuleikunum í París næsta sumar. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá það helstu fréttir okkar í kvöld. Uppbygging er hafin í Grindavík. Framkvæmdastjóri Stakkavíkur segir ekkert annað koma til greina en hefja viðgerðir á fiskvinnsluhúsi fyrirtækisins sem stórskemmdist í jarðhræringum miðjan nóvember. Rússar hafa krafist neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að 14 féllu í loftárásum Úkraínumanna. Umsóknum alþjóðlega vernd hefur fækkað frá síðasta ári þrátt fyrir spá metfjölda. Teymistjóri hjá Rauða krossinum segir ákvörðun kærunefndar útlendingamála að synja fólki frá Venesúela vernd skýra fækkunina. Áformum að endurvekja grunnskólahaldi Grímsey urðu að engu vegna þess hve fá börn eru í eynni. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á RÚV.is má nálgast alla nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Og í lokin minnum við að á morgun gamlársdag verða sjónvarpsfréttir klukkan 1. En þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.